Góðan dag, kæru vinir, velkomin hér á fund bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar númer 343. Hann hér haldinn í Ráðhúsinu á Drottins haustdegi og ég set hann hér með settan, þarna var bjallan. Fundin í dag sitja Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Tinna Rut Sigurðardóttir, Eyrún Fríða Árnadóttir, Elías Tjörvi Halldórsson, Ásgerður Kristín Gylfadóttir og Gunnar Ásgeirsson, ásamt Sigurjóni Andrísinni bæjarstjóra. Fundargerð ritar hún Arndís Lára Kolbrúnardóttir og Tjörvi Óskarsson sér útsendinguna. Í dag höfum við einn lið á dagskránni og það er fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2026 og 3 ára áætlun frá 26 til 29. En fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Hornafjarðar er lögð hér fram til fyrri umræðu. Samkvæmt áætlun eru heildartekjur A og B-hluta áætlaðir rúmir 4,7 milljarðar fyrir árið 2026 sem er aukning 11,3% frá útkomuspá fyrir árið 2025. Rekstrargjöld hækka í 4 milljarða og 36 milljónir sem er aukning 11,5% og er gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða fyrir A og B-hluta verði jákvæð 180 milljónir króna. Helstu forsendur fjárhagsáætlana fyrir árið 2026 eru eftirfarandi. Samkvæmt HMS mun fasteignamat á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu Hornafirði hækka að meðaltali 10% milli áranna 25 til 26 og til að milda áhrif á heimili og einstaklinga er lagt til að fasteignaskattprósentan lækki úr 0,37% í 0,33% eða alltaf 10%. Fasteignaskattprósenta í B- og C-flokki helst óbreytt. Gjaldskrá sorphirðu mun taka breytingum í samræmi við lög málaflokkinn og aðrir liðir álagningargjalda haldast óbreyttir á milli ára. Bæjarstjóri mun hér gera einn fyrir fjárhagsáætlun ársins fyrir alltaf fram að árinu 29. Sigurjón Andersson, gjör svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, nú liggja fyrir gögn fyrir fyrri umræðu fjárhagsáætlunar Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2026 ásamt langtíma áætlun árin 2027 til 2029. Þar á meðal eru kennitölur í A- og B-hluta, álagningarreglur og upplýsingar sjóðstreymi. Í byrjun vil ég þó nefna að þessi sviðsmynd sem hér til af óvissu sem endanlega niðurstöðu á yfirtöku ríkisins á byggingu hjúkrunarheimilisins. Mér langar að rifja hér upp að þann 17. október síðastliðinn náði sveitarfélagið langþráðu samkomulagi við ríkið að yfirtaka verkefnið og byggingar nýs hjúkrunarheimilisins, að ríkið yfirtaki verkefnið. Það er að segja hjúkrunarheimilið nýbygging hér á Höfn og lagfæringar á eldra heimili Skjólgarði. Það skiptir gríðarlega miklu máli að sveitarfélagið hafi losnað alfarið undan ábyrgðum og framtíðarskuldbindingu vegna þessa verkefnis, enda er kostnaður við verkið afar mikill. En þó að það samkomulag sé í höfn á enn eftir að klára uppgjör á milli aðila vegna greiðsluáætlunar yfirstandandi árs, en það felur í sér að meta raunverulegan framgang verksins og fjárhagslega stöðu frá 1. janúar á þessu ári, það er 2025, fram að riftum samningstann 17. október síðastliðinn. Að gera síðan sérstakt samkomulag ábyrgð og eignarhald á eldhúsi, líkhúsi og kapellu með hliðsjón af framlagi sveitarfélagsins og framtíðar nýtingu. Samningaviðræður fara nú fram í stýrihópi fulltrúa ríkis og sveitarfélaga, stýrihópi sem ég á sæti í ásamt Gylfa Ólafssyni sem er formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og Sögu Guðmundsdóttur sem er aðalhagfræðingur Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þessari vinnu þarf að ljúka fyrir 1. janúar 2026 en ég á von á að tillaga endanlegri niðurstöðu verði lögð fyrir bæjarráð hér í Hornafirði á allra næstu vikum. Mig langar að halda því til haga að samkomulagið við ríkið er gríðarlega stórt og mikilvægt skref fyrir sveitarfélagið og fyrir bæjarsjóð.
Hér mörg 100 milljónir að ræða sem að við losnum nú undan að greiða. Samkvæmt greiðsluáætlun fyrir yfirstandandi ár átti sveitarfélagið að greiða 200 milljónir króna í verkefnið og óvissan endanlega niðurstöðu lítar þess vegna þau gögn sem liggja fyrir fundirum hér í dag við fyrri umræðu. Í fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og því líkani sem liggur fyrir gert ráð fyrir 700 milljón króna lántöku. En við höfum tekið lán á þessu ári upp á 250 milljónir króna. Þessi tala litar svo aðrar lykiltölur og ef að endanleg niðurstaða hjúkrunarheimili verður okkur hagfelld munum við að öllum líkindum ekki þurfa að taka annað lán á þessu ári. Og upplýsingar þetta munu liggja fyrir síðari umræðu og þegar þessi niðurstaða liggur fyrir mun hún svo hafa áhrif á framkvæmda áætlun sveitarfélagsins. Nú ef við förum yfir helstu lykilniðurstöður og tölur samkvæmt áætlun fyrir árið 2026 þá eins og Gauti kom inn á heildartekjur í A og B hluta á áætlaðar 4,7 milljarða króna fyrir árið 2026 sem aukning upp á 11,3% frá þeirri útkomuspá sem að núna uppi. Rekstrargjöld hækka í rúma 4 milljarða sem aukning upp á 11,5% og gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða fyrir A og B hluta verði jákvæð 180 milljónir króna. Afsakið. Nú helstu forsendur fjárhagsáætlunar ársins 2026 varðandi fasteignaskatta og álagningarreglur. Fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækkar 10% samkvæmt HMS á milli 25 og 26. En til að milda áhrif á heimili og einstaklinga hér lagt til að fasteignaskattsprósentan lækki úr 0,37 í 0,33% eða 10%. Tekjur af fasteignaskatti lækka þannig tæpa 20 milljónir og þeirri lækkun mætt með hóflegri hagræðingu í rekstri. Fasteignaskattsprósenta í B- og C-flokki helst óbreytt. Nú þessi ákvörðun að svona milda aðeins áhrifin á heimili og einstaklinga með 10% lækkun á fasteignaskattsprósentunni, hún styður svona heimilin hérna í Hornafirði. Nú varðandi þjónustugjöld og fráveitu að þá stór framkvæmdir í fráveitumálum og fráveitugjald verður óbreytt 0,33% af fasteignamati. Sorpgjöld hækka samkvæmt nýrri gjaldskrá áramót í samræmi við lög og aukinn kostnað af sorphirðu. Álagningarhlutfall af vatnsgjaldi og holræsagjaldi helst óbreytt á milli ára. Nú lántaka og fjárfestingar. Fyrir árið 2025 var gert ráð fyrir eins og ég sagði áðan 700 milljón króna lántöku en 250 milljónir króna hafa verið tekin að láni til þessa. En það eins og áður sagði ákveðin óvissa þetta en málin munu skýrast á næstu dögum eða síðasta lagi allra næstu vikum. Nú áætlun 2026 eins og hún lítur út núna gerir ráð fyrir 1390 milljón króna lántöku og 1882 milljón króna fjárfestingu. Fjárfestingaráætlun verður tekin til endurskoðunar á milli umræðna, einkum vegna þessara óvissu sem að ég hef áður rætt. Nú varðandi 3 ára áætlunina, þá áætlunin frá 27 til 29 fyrir þessum fundi og hún gerir ráð fyrir áframhaldandi jákvæðum rekstri, stöðugu framleiðarhlutfalli og gerir ráð fyrir því að skuldafélag sveitarfélagsins hækki tímabundið á árunum 26 og 27 en fari síðan lækkandi. Það þó mikilvægt að hafa í huga að þessi langtíma áætlun enn að einhverju leyti lituð af þeirri óvissu sem ríkir endanlega niðurstöðu í uppgjöri hjúkrunarheimilisverkefnisins. Og þegar sú niðurstaða liggur fyrir mun hún síðan hafa bein áhrif á lánsþörf, skuldahlutföll, fjárfestingargetu og þetta bara það stórt mál. Nú í stuttu máli, reksturinn hjá okkur í jafnvægi. Við gerum ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu á komandi ári 180 milljónir króna. Aðgerðir í álagningu, milda áhrif á heimilin hér, en grafa leið ekki undan fjárhagslegri ábyrgð sveitarfélags sem stendur í mikilli innviða uppbyggingu.
Nú helstu áherslur á milli umræðna verða endurmat fjárfestingaráætlunar 26 og langtíma áætlunar 27-29 með hliðsjón af svona framkvæmda áætlun og því svigrúmi sem við höfum. Nú það þarf að klára eyða óvissu hjúkrunarheimilið og það mun hafa áhrif á lánstörf og ýmsa aðra þætti. Það verður síðan áframhaldandi á milli umræðna rýni á reksturinn og markmiðum hagræðingu í rekstri. Nú, rekstur sveitarfélagsins Hornafjarðar hefur gengið vel síðustu ár. Við höfum sett okkur markmiðum að halda rekstrinum áfram í góðu jafnvægi og tryggja áframhaldandi fjárfestingar í innviðum, en á sama tíma standa vörð heimilin og atvinnulífið hérna í samfélaginu. Með lækkun fasteignaskatts 10% sýnum við í verki að sveitarfélagið bregst við hækkunum á fasteignamati og dregur úr áhrifum á fjölskyldur á svæðinu. Nú þrátt fyrir miklar framkvæmdir greiðslugeta sveitarfélagsins sterk, eigið fé hátt og skuldir langt innan viðunandi marka. Áhersla næstu daga og vikna verður að fá endanlega niðurstöðu í verkefni sem ég rætti ítrekað hérna áður, fara svo vandlega yfir okkar fjárfestingar, meta stöðuna og tryggja að við nýtum fjármagn og slagkraft sveitarfélagsins áfram með sem mestum árangri fyrir samfélagi. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Nú gef ég hér orðið laust til umræðuna fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 og 3 ára áætlun til ársins 2029. Hér, Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð. Það alltaf spennandi þegar að vera að vinna fjárhagsáætlun að skoða svona hvað framundan, hvað búið að gera og hvað við komumst í næst. Og eins og bæjarstjóri fór yfir þá mikil óvissa framundan á ýmsan hátt og ég tek undir með honum að það ánægjulegt að hjúkrunarheimilið svona við höldum að það sé fyrir vind en hversu mikið það auðvitað áttur að koma í ljós, en allavega að þá er það ljóst að þetta verður ekki svona framtíðar algjörlega opinn tékki sem að við vorum farin að óttast, þannig að það er mjög ánægjulegt. Staða núna í þessari umræðu kannski svolítið mikið að það eru komnar einhverjar tölur á blaðið þá eftir að finna sér allt saman. Og það eru líka ýmsar breytingar í farvatninu, það eru breytingar á regluverki jöfnunarsjóðs sem kemur til með að hafa áhrif á sveitarfélagi, kemur til með að lækka tekjurnar okkar og bæjarstjóri kom inn á lækkun á tekjum í fasteignaskatti. Þetta prósentuhækkun, þannig að það er kannski ekki raun lækkun en það er lækkun þegar að það hækkað fasteignamat og en þetta eru ný hús að koma inn og fyrirtæki og annað slíkt sem að hefur þarna áhrif. En kannski það sem að mér langar að beina athyglinni aðeins að kannski fjárfestingaráætlunin eins og hún núna, að það samkvæmt skjalinu sem við erum með, fórum yfir hér á vinnufundi bæjarstjórnar, að þá staðan í framkvæmdum nú í október var þannig að það var búið að ráðstafa 930 milljónum króna af 1500 milljóna áætlun og áætlunin fyrir árið 26 tvöfalt það sem búið að leggja út fyrir núna, 1800 milljónir, þrátt fyrir að hjúkrunarheimili sé ekki þannig og það kannski helgast einna helst að því að þarna íþróttahús, hönnun og bygging sem 800 milljónir. Risaverkefni og tæpir milljarður sem fer í þetta verkefni og það kannski spurningin sem við þurfum að skoða á milli umræðna hvort það sé raunhæft að akkurat svona há upp að það bara gefist tími til þess að setja hana í vinnu. Því að þetta líka upp á það má kannski segja að það allt í lagi að setja áætlun og áætla hellinga lántöku sem 1300 milljónir 1350 í þessari áætlun og svo munum við ekki þurfa að taka nema eitthvað minna og eitthvað svoleiðis, en við þurfum líka að vera raunhæf og líka upp á, ég að hugsa 4 ára áætlun, 3 ára áætlun þar á eftir,
að það gjarnan þannig svona tendens til þess að færa eitthvað út á kannski fyrsta ár 3 ára áætlunar og síðan pompa framkvæmdaféð. Hérna á 2029 eru 675 milljónir. Finnst okkur það raunhæft? Þetta ekki fyrsta skipti sem ég segi þetta en örugglega síðasta þar sem að þessi bæjarstjórn að fara að renna sitt skeið. Það síðast í þessari bæjarstjórn að þetta ekki raunhæft. Þannig að við líka, við þurfum aðeins að horfa á, og það allt til að segja já í þessu áætlunartímabili tímabili að þá lækkar skuldabyrði eða bla 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 eitthvað svoleiðis sko. En það af því að það kemur ný bæjarstjórn sem með nýjar áætlanir og annað. Það ekki raunhæft að það pompi bara framkvæmda stigið í sveitarfélaginu nema að koma ykkur utanaðkomandi bara áföll eða eitthvað slíkt sko, sem að þetta getur gerst. En að allavega við svona horfum til þess að næsta bæjarstjórn haldi dampi. Þó við getum kannski ekki sett akkurat í hvaða verkefni það eru. Að því að það koma nýja verkefni og nýjar áskoranir á hverjum tíma og geta breyst á milli ára. En kannski ekki svo rosalega. Við erum með Hagahverfi, við erum með, það alls konar innviðauppbygging sem við vitum að þarf að vera. Og eitt til dæmis eins og með Hagahverfi, það áætlað þar í veitukerfi, þar 171 milljónir, 26 og svo 15 milljónir ári. Það raunhæft? Ég meina það var bæjarráðsfundur í dag og kannski allir fá að vitni í hana. Þar við að fara í úthlutun lóða. Og við vitum það að þetta mun taka tíma að hverfi verði tilbúið samt fyrir byggingu, en þetta heilmikil innviða sprengja sem verða sett í hverfi til þess að gera það tilbúið. Það eru miklu peningar, en það hættir kannski ekki 27, vonandi ekki. Þannig að við þurfum líka, aðeins að horfa á þessa þætti. En ég meina við erum að ræða þetta og þetta fer fram og tilbaka og við veltum fyrir okkur hvað hægt að gera og hvað ekki og reynum að spá í spilin og allt það. Og þetta verða þetta umræður á milli og við þurfum alltaf að fara, það sem betur fer. Við erum hér að horfna fyrir þannig að tekjur hafa verið varfærnislega áætlaðar. Við höfum frekar verið, það betra að fá bónus og eiga meira heldur en í hina áttina, en líka að það gott að horfa svona þokkalega raunhæft á málin og það frekar deila og ég meina við höfum verið duglegir líka að gera það viðauka. Ja. En kannski fjármálastjóri ekkert rosalega ánægður við séum að gera viðauka til útgjalda, við getum kannski bætt inn tekjum. Takk fyrir Ásgerður. Eyrún Fríða, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara að taka undir með Ásgerði mikilvægi þess að við vinnum núna fjárfestingaráætlun okkar vel saman. Það alveg rétt, við erum með mjög mörg stór verkefni, einmitt sem við ræddum síðast í morgun á fundi okkar í bæjarráði, sem nauðsynlegt að við komum okkur kannski saman í stóru línunum og einmitt forgangsröðum saman, þannig að eftir kosningar nú í vor, að þá getum við vonandi horft upp á áætlun sem að kannski standist tímans tönn. Að hún sé raunhæf og myndist sátt hana eins mikið og mögulegt er. Ég persónulega hlakka mikið til að vinna þessa fjárfestingaráætlun með bæjarstjórn á milli umræðna. Það hefur gengið vel að vinna aðra þætti þessar áætlunar og við höfum unnið mjög vel saman að þessum þáttum sem hefur þurft að útkljá. Mér finnst mjög gaman hvað bæjarstjórn hefur staðið saman í einmitt stóra málinu með hjúkrunarheimilið, hvað við mynda sátt hvernig álagningu við viljum hafa á okkar íbúa og hvernig við viljum mæta hækkun fasteignamats. Þannig að ég bara tek undir með Ásgerði, hlakka til að vinna þessa fjárfestingaráætlun og við gerum hana til lengri tíma með mikla ábyrgð að leiðarljósi. Takk. Takk fyrir Eyrún. Ég ætla kannski bara að fá að taka undir þetta með Eyrún, það gaman að vinna þetta svona saman og við höfum verið ótrúlega samstíga öll sömul í þessu, alveg sama í hvaða hópi menn tilheyra. En orðið laust hér áfram. Sigurjón, ert þú að gefa nikk? Já, flott, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það alveg rétt hjá háttvirtum fulltrúa Ásgerði að við höfum verið djörf í fjárfestingar
áætlun hjá okkur og okkur hefur ekki tekist að fjárfesta jafn mikið og við höfum viljað og fyrir því eru ýmsar ástæður. Einn sem að kannski blasir við að við höfum verið að gera ráð fyrir talsvert miklu fjármagni síðustu 2-3 árin í íþróttahús og það verkefni hefur raun og veru hefur teikst á því. Sú vinna hefur gengið hægt. En hafandi sagt það, að þá vil ég samt halda til haga að þessi bæjarstjórn, hún hefur á kjörtímabilinu tekið 1 lán. Við höfum stór aukið fé í fjárfestingar þrátt fyrir það að aðeins hafa tekið 1 lán á þessu ári á 250 milljónir. Við höfum skilað hins vegar jákvæðri rekstrarniðurstöðu á tímabilinu upp á 1450 milljónir. Og skuldahlutfallið okkar hefur lækkað allt kjörtímabilið og öll þessi hlutföll. En ég held að sé eins og alveg rétt að við þurfum að liggja núna á milli umræðina betur yfir langtíma áætlunni og ekki síður í ljósi þessa að við þurfum að fara að venja okkur við önnur og ný vinnubrögð og betri vinnubrögð vegna þess að í nýjum lögum í nýjum lögum sem við erum að setja og reglum þessar fjárhagsáætlanir að þá talsverð breyting, gert ráð fyrir talsverð mikilli breytingu á hvernig bæjarráð og bæjarstjórn að vinna þessa hluti. Þannig að ég tek þessu bara sem hvatningu til þess að reyna að vera eins raunhæf og við mögulega getum í langtíma áætluninni. Þannig að við séum líka að skila af okkur vissulega fyrir nýja bæjarstjórn gögnum sem eru þannig að hún geti bara lent á hlaupum en þurfum ekki að fara að staldra við. Þetta sé bara skýrt og þetta sé raunhæft en ég vildi bara nefna að ég geysilega ánægður með samstarfi í bæjarstjórnunum þessi stóru verkefni og við erum náttúrulega öll mjög ánægð með hvernig niðurstaðan hefur verið hjá okkur. Við erum öfundsverð að mörgu leyti og auðvitað búum við að því að hér hefur verið sögulega vel rekin sveitasjóður af ábyrgð og við ætlum að halda því áfram. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Orðið laust áfram. Einhver vill kveða þessa hljóðs, Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég aðeins bregðast við því sem bæjarstjóri segir og mér langar að benda það og hann kannski klikkt út með því að þetta sveitarfélag hefur verið mjög vel rekið langa hríð og það eru mörg kjörtímabil þar sem hefur verið sett inn áætlanir lántökur sem hefur ekki þurft að koma til, bara sem betur fer. Og það líka langa hríð hefur það verið þannig að, og yfirleitt það þannig að áætlanir fjárfestingar að þær eru meiri í áætluninu heldur en þú rauninni kemur svo í gagnið vegna bara alls konar ástæðna. En það gerir ekki, þú veist, við þurfum að vera með augun á boltanum og bara auðvitað, þú veist, svona lántaka 1350 milljónir, við hefum aldrei séð svona upphæðir á þeir, en við höfum heldur ekki séð 500 þegar það var, eða 700 eða annað, þú veist, það verið að títra upp og eðlilega miða við það að það sé verið að plana tæpa 2 milljarða í framkvæmdir, það eðlilega þarf mikla lántöku í það. En við náttúrulega líka, við þurfum að bara vera raunhæf og við erum líka með hóp sem að skoða grunnskólan okkar. Og það kannski einhverjar aðgerðir sem við þurfum að fara í það sem ekki komnar inn í áætlun. En það eru þörf á slökkvibílum og þá fleiri húsum og alls konar hlutum og við gætum verið bara endalaust í framkvæmdum að því að það er alltaf eitthvað sem okkur vantar. En við erum líka að hugsa reksturinn, kom inn á það að við þurfum að horfa líka í bara hvernig stofnanirnar okkar eru reknar og það þýðir ekki það endilega að það að fara að kremja alla, heldur þurfum við bara að vera meðvituð. Því að það eru krónur og aurar sem detta niður að þeir safnast upp í stærri upphæðir.
Og þetta líka, við þurfum líka að bera virðingu fyrir því sem við erum að vinna með. En mér langar hérna bara og ekki ætla að fara inn að orðhengjast þessa hluti en bara vekja athygli á þessu. En í álagningarpakkanum sem er hér undir þessum gögnum að þá er talað útsvar. Og það stendur, útsvar á Hornafirði fyrir árið 2025 sem 14,74% sem sé í hámarki, og það sé fyrir 26 sem er þá sagt það sama og sé í ár og það haldist óbreytt. En það er þannig að útsvarið á Hornafirði er 14,97%. Þannig að þetta er ekki rétt tala sem er þarna inni. En ég gerir ráð fyrir því að líkanið gangi út frá þessari tölu þar sem mér finnst ólíklegt að hafa verið hreyft við henni í líkaninu en ég hef ekki hugmynd um það. Það er eitt af því sem að þarf að fara yfir hvort að það sé rétt. Takk fyrir Ásgerður. Fríða Gjörsvöld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er alveg rétt að í þessum skjölum er álagningarprósenta ekki rétt. Enda höfum við núna tvisvar á síðustu árum lent í því að útsvarsprósentan hefur verið breytt með lögum á miðju ári en ekki eins og vanalega gert við fjárhagsáætlun hverju sinni. Þannig að ég held að eðli máls samkvæmt hafi þessi prósenta tekið breytingum á síðastliðnu ári vegna samkomulaga sem að ríkið hefur gert við sveitarfélögin en rétt skal vera rétt og þetta verður að sjálfsögðu uppfært. Ég held varðandi fjárfestingaáætlunina að þessari sveitarstjórn og þeim sem komu undan hafi reynst það mikil gæfa að tala einmitt þessa hluti. Ég held að við höfum náð ágætis jafnvægi í því að forgangsraða í viðhaldi. Við höfum verið öðrum sveitarfélögum framar í fráveitu og það hefur alltaf verið einhugur þær framkvæmdir. Við höfum verið duglegir að sinna þeim eignum sem við eigum, gera það af ábyrgð og virðingu gagnvart því sem hefur verið unnið hér í sveitarfélaginu og ásamt því að sýna metnað í nýframkvæmdum. Ég held að nákvæmlega þessir eiginleikar sé það sem við munum halda á lofti núna á næstu vikum, þar sem við munum rýna þessa fjárfestingaráætlun, þar sem við munum finna þetta góða jafnvægi á milli framkvæmda, viðhalds, ábyrgðar í rekstri. Ég ætla bara að þakka sérstaklega kannski bæjarráði sem ég hef fundið hvað mest með varðandi þessi mál. Það samtal sem hefur átt sér stað varðandi einmitt rýni á rekstri sveitarfélagsins. Þar sem að við höfum eitt töluverðum tíma í að rýna ýmsa liði, ýmsa kostnaðarliði, útgjaldaliði, einmitt af því að við viljum vera ábyrgir rekstri. Þannig að eins og ég sagði áfram, ég hlakka til samstarfsins. Ég hef ekki áhyggjur af því að þessi bæjarstjórn muni ekki koma sér saman ábyrga fjárfestingaáætlun til næstu ára. Hlakka bara til samstarfsins. Takk. Fyrir Eyrún, orðið er laust. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn vísi fjárhagsáætlun ársins 2026 og 3 ára áætlun til ársins 2029 til síðari umræðu bæjarstjórnar. Og þeir sem eru því hér samþykkir við að gefa merki. Það er samþykkt með 7. Fleira liggur ekki fyrir dagskránni í dag. Nú fara bara allir hér út í þetta yndislega haustveður en færum alveg að því að það er hált alls staðar. Slít hér með fundi. Takk fyrir kærlega.